Velkomin í Fantasy Premier League Cup, Dr. Fútbol og Epic að sjálfsögðu minni á Epic-deildina, hinn löggildi fantasy sérfræðingur þjóðarinnar. Teddy Ponsa hjá mér og hann ætlar að sýna okkur hvernig liðið hans verður. Það auðvitað miðvikudagur í dag, fyrsti leikur á föstudag og þá lokar, þarna klukkan 5:30 það ekki. Já. Við ætlum bara að fá að sjá hvernig liðið þitt ákkurat núna. Þú veist, það eru 2 dagar í þetta og það getur mögulega eitthvað breyst og þú veist, þú þarft ekki að reyna breytingu, þá er það kannski áhrif á annað eins og gengur og gerist. Heldur betur. En svona ég er svona nokkuð settlar á þetta lið, svona eins og staðinu núna og þú veist, þá erum við sjáum hérna blaðamannafundina og annað slíkt. En ég er búinn að taka ákvörðun eftir þessar breytingar í fyrra, þar sem þú fær chipsin í rauninni setta chipsin bæði fyrir og eftir áramót. Já. Og geta safnað þessum 5 transferum að klára benchboosti bara í fyrstu umferð. Þetta var svona eins og að vera með lítið svona nullung í skónum einhvern veginn að vera með þetta hangandi yfir sér. Mér langar bara að klára þetta, setja svo bara pening inn á völlinn þegar ég tek wildcardið einhvern tímann sem að vera sennilega mjög fljótlega. Þannig að að byrja á yfirleitt vil ég vera með 8,5 milljónir í markmenn en ég fer í 9. Ég er með 4,5 milljónir króna Þú hefur ákveðið að verja 500.000 krónum aukalega þarna og ég ætla að fara í Verbruggen og ég ætla að fara í Kinski hjá Tottenham. Það eru 2 markmenn sem eru að fara að spila og þú ert svolítið sniður hérna heima away. Þú ert að Já, þetta er það, svo skiptir ekki máli í fyrstu umferð út af benchboostinu en þú veist, þetta eru bara fína varnir, þú veist, Tottenham er búinn að versla vel inn, bæði í djúpum miðjumönnum og hafsendum og annað, þannig að ég held að þetta verði svona gott value fyrir peninginn að vera með þessa 2. Já, þetta Kinski, mikið value honum, 4,5 aðalmarkmaður Tottenham og við svo sem gerir ráð fyrir að Tottenham er alltaf búinn að kaupa bara nýja vörn í sumar, þannig að það er mjög áhugavert. Van Hekke, Senesi, Romero fara inn og svo ertu komið með Tonali og Matthías Fernandes á miðuna. Þannig að þetta ætti að vera þéttara en það hefur verið síðustu ár. Já. Í vörninni þá ætla ég að fara í bestu vörnina sem að hefur bestu vörn síðustu ára, sem er Arsenal. Ég ætla ekki að velja 1, ég ætla að velja 2. Já. Og ég ætla að sýna ykkur aðeins. Þetta er ég aðeins að taka þetta er smá svona, ég segi ekki sénsar en ég er að leita eftir uppsæti þarna. Margir búinn að vera í Mosquera. Sjá þessi 2 eru hérna á 5,5. Gabriel er á 8 sem er á dýrt að mínum mati. Ég vil vera með 2 Arsenal-menn, varnarmenn til að byrja með. Þeir komið sér í góða stöðu báðir og það er svona attacking potential. En fer Ben White inni í hóðnum? Er hann ekki oft sitjandi í hóðnum? Jú, en þú veist, hann er bara í overlappi og öllu svoleiðis sko. Og svo náttúrulega eru fréttirnar sem við fengum á hann með að Ezri Konsa sé líklega á leiðinni við línuna. Þá var svona Mosquera var þetta svona örugga pikk sko, því að hann ætti að vera í liðinu á þangað til að Saliba kemur tilbaka. Leot kom með þann svona eða svona, hann var líka þar. Þá er ég bara til í að taka smá svona upside chase á þessa 2. En mærið það ekki, sko, einhverju spyrja þá að þú taka 5,5 og 5,5. Af hverju tekur þú ekki bara ræja frekar í markinu og það er bara 6. Það er bara 60. Skilur, þú veist, þessi gæði geta skorað lagt upp, þú veist. Algjörða. Þannig að það er svona, það er pælingin. Herru, sá þriðji, það er, fantasy líka, þetta er leikur tilfinninga, það að vera gaman. Og þó maður sé nú oft svona pæli í gögnunum og þannig, þá finnst mér líka bara gaman að vera með gæja bara sem ég fíla. Og það er engin maður bara sem ég elskaði mikið í þessari deild og Harry Maguire. Ég held með honum. Og ég menn, hann er Defcon skrimsli, hann er öflugur í teiknum, hann ætti að vera bara öruggur í liðinu til að byrja með. Svo skora núna á móti AC Milan í síðustu helgi. Nákvæmlega. Og nýliðarnir í fyrstu 2 leikjunum, Hull og Ipswich, þannig að Harry Maguire er þarna, sko Luke Shaw 4,5 er bara, ég skil það alveg, en ég er bara það mikill Harry maður og ég vil hafa hann á blaði. Og svo er það, ég er að taka þetta í svona verðröð eins og maður segir. Og svo er þessi Joe Roton, 4,5. Daniel Fark kallar hann Joe Sala eftir æfingarleikum daginn. Þeir eru svona 3 hafsendakerfi, hann er að taka óvelöppin. Hann er öflugur í fyrstu leikatriðum og hann gæti klukka Defconu líka. Þannig að ég held þessi fínt value pick þarna, 4,5. Og svo síðasti þá er ég með úr
Ipswich, Dara O'Shea. Þarna er í fyrstu fremst að horfa hann bara í fyrstu umferð. 4 milljónir, nota hann á benchboostinu, svo er hann bara á bekknum, þú veist, í verstafalli, þú veist, þá er hann að spila allar mínútur, þannig að hann kemur þá inn. Þú veist, ég er ekki alveg locked á þetta. Þú veist, Leif Davies á 4, ef þú vilt fara í meira partí. Þú veist, Issa Diop þess vegna líka. Þannig að þetta er varnarlínan. Þetta er spennandi. Ég var að sjá miðina hér. Bruno Fernandes. Settu þetta stóðsendingamet á síðust tímabili. Já, ótrúlega öflugur sérstaklega eftir að Carrick kom inn. Hann var alveg að tikka líðilega vel með þessu undir Amorim, þó hann hefur verið að spila aftar. Já. Þú veist, hann er vinnusamur, þannig að hann mun alveg ná í eitthvað defkonstig, hann er öflugur í þessu stóðsendingum, tökum við först leikadrið og annað, spurning hvað gerist með Tielemans og hvernig það verður. Okay. En ég held líka að hann hafi verið rosalega upptekinn af þessu stóðsendingametni undir lok tímabils í fyrra. Þannig að við sjáum fleiri mörk, open play mörk frá honum í ár heldur en í fyrra. Nei, mitt. Næsti maður á blað, það er á sama lið. Já, það er Mbeumo. Það er Brian. Já, hann er komin að inn. Hann er komin að inn, já, fór hérna á endan og á 8 milljónir, búinn að vera sjóðheitur. Já, gæti hann tóttið í vítina því Bruno var nú að klúðra víti á móti AC Milan. Ég held að Bruno getur klúðrað 5 vítum í röð og takið næsta. En hann er mjög... Og hann verður væntanlega 9 hjá Manchester United. Hann byrjar tímabilið þannig. Þetta er svona smá hérna, svona vafið þegar þið koma allir inn, Sesko, þú veist, náttúrulega Amad er þarna, þú veist, Cunha, þú veist, Rashford, allt þetta. En þú veist, ég er að horfa á fyrstu 2 umferðirnar. Þú veist, gæi sem hann var ekki á HM, búinn að fá heilt undirbúningstímabil. Hull og Ipswich í fyrstu 2 leikjum. Svo bara, þú veist, bara selja hann í 3. eða 4. umferð eða út í það fyrr. Það var 3. maðurinn á miðsvæði. 3. maðurinn á blað hérna, það er Dominic Szoboszlai. Mögulega með víti núna hjá Liverpool. Já, þetta er hann eða Ísak, myndi ég halda. Ég myndi halda þetta að vera á milli þeirra. Þetta er rosalega gott verð á honum, 7. Já, 7. Hann er reyndar að spila í svona double pivot fyrir aftan, Florian Wirtz í 10. En það sem ég er að hugsa, hann er duglegur, það er defcon, hann tekur hot báðum megin. Sko Liverpool er ekki með örfættan leikmann sem hann tekur först leikadrið. Kerkes er í einu í byrjunarliðinu sem er örfættur og ekki tekur hann þau. Hann er 90 mínútna maður, förstur leikadriðum og þetta er góða spinnur. Og fekk frí í sumar. Já, frí í sumar. Frískur inn. Já, góða spinnur, hann er góður í þessu, að skila sér seint í teginn og getur skorað mörk þannig. Florian Wirtz spilar yfirleitt ekki 90 mínútur, þannig að þá fær hann síðustu 10 korteri fyrir aftan framherja. Þannig að það er mikið í þessu og gott verð eins og þú segir og svona, þetta er svona leikmaður sem þetta tikkinn stigunum. Kannski aldrei hennar bombur en tikkar. Svo erum við tvennu hérna, það er tvennu tilboð. Já. Og það er alltaf að fara til Brighton. Þú ætlar að fara í gamla mannin, Pascal Gross. Já. Á hverju gerir það? Sko, Pascal Gross, það er svona, þetta er svona, hvað maður segja, þetta er svona mini Bruno pick frá því fyrra. Að hérna, maður sjá, ég ætla bara að setja það hérna inn. Þetta er svona mini Bruno pick frá því fyrra, hann er á föstu leikadriðum, það er gott verð á honum, hann ætti að vera á vítunum. Þeir voru reyndar að kaupa hann hérna frá St. Galois, hérna Promise. Það er svona, mögulega geta hann vera á vítunum, en ég er að treysta á hann sé á vítunum og svona, hann rótir kannski með einhverju varnarmenn og hann kannski spilar ekki alla leiki hjá mér. Já, og svo kannski einhverju leiki spilar bara með 3 á miðunni og eitthvað slíkt. Þetta er svona svipað og Szoboszlai, hann bara svona tikka, bara gott value fyrir. Og Gómez með honum. Hann spilar svona frammi. Hann spilar frammi, þeir eru í meiðslum, Mitoma, Mitte og fleiri, þannig að hann ætti að byrja tímabilið og það er sama, ég þarf hann svo sem bara í fyrsta leik á benchboostinu og svo er hann bara bekknum fram á velgandi, en það sem geti sett allt þetta plan hjá mér úr skorðum, hann haltar það eftir æfingarleik daginn. Ef hann er off, þá geti þurft að rífa þetta svolítið upp, af því að það er eiginlega enginn á þessu verði, 4, 5 eða 5 líklegur sem ég treysti eitthvað. Það sem ég gæti þá mögulega gert væri að færa hann jafnvel bara upp í Iliman en Dæð og milja meira og þá kannski að downgrade White í einhvern 4,5. En ef við förum framlínuna, þá er stóra spurningin Haaland eða ekki Haaland? Hvað ætlarðu að gera? Ég ætla að vera með Haaland. Á hverju? Hann byrja tímabilin sterkt. Hann bara sýnt okkur það, bara síðan að komi inn í deildina. Hann skoraði aldrei leiknum á samfélagsgjöldin, en hann skorar alltaf í fyrstu leikjum. Hann er bara komið muni hvernig þetta er 7-8 mörk bara í fyrstu 3 leikjum. Óttast ekki þannig að hann sé pínu súr eftir, það er að segja þreyttur eftir HM? Jú, en
þú veist, það bara áhætta sem ég ekki tilbúin að taka. Þú veist, og segjum að þú farir ánars fyrstu 2 leikina, þá ert eiginlega committaði í wildcardi í 3. umferð. Þú ert ekki að fara að vera án Erling Haaland og heima allar mútið Coventry í 3. umferð. Þú vilt fá að sjá aðeins til að byrja með. Já, til að sjá. Þú vilt fá að sjá aðeins hvernig hann lítur út, hvernig hann er, af því við sáum það í Charity Shield, eða fyrir ekki samfélagsgildinum, að hann var aðeins offitt. Hann var offitt, en hann hefur verið í þessum leikjum áður. Þú veist, það er bara ekkert að marka það. Þannig að þú veist, þetta er Bournemouth heima í 1. umferð, þú veist, með nýju þjálfara. Mjög líklega. Þannig að svo er ég með annan sjóðheitan. Það heitast maðurinn á prísi svona yfir allt. Og þú sér svona, það er smá... Þú ert mikið að pæla. Það er smá trend, gæjar sem Precisum. Bara leikmenn sem koma heitir inn. Og margir leikmenn sem voru ekki að HM, ég sé bara rosa margir leikmenn sem þú ert að nota sem voru ekki að HM. Og það er bara, þú veist, í byrjun þá vil ég bara fá gæja sem ég veit að spila alltaf 90 mínútum. Sé ekki svona risk einhvern veginn yfirvonandi. Þannig að mér finnst það óþarfi að þú kemst hjá því, þannig að þetta er svona neglupikk. Þú ert ekki spilað þetta svo okkur kjáni, þetta er úthugsað. Og svo er það Ramdam hérna í lokin. 6 milljónir, þú veist, það er rosalega margir með þessa sóknarlínu og það er bara af ástæðu. Þú veist, það er bara, þetta er eiginlega bara svona í hverju verðflokki, þetta bara 3 langbestu pikkin. Þú veist, og Calvert-Lewin, þú veist, hann er á vítunum. Og ætti að vera gjörsamlega neldur þarna. Þannig að þetta er svona fyrir inn í þetta. Ég er rosalega, sko, Szoboszlai, ef ég vildi vera aðeins meira flamboyant, þá myndi ég taka hann út, setja jafnvel Semenyo inn, en þá þyrfti 1,5 milljón. Szoboszlai er að spila 90 mínútur í hverju leik. Já, ég veit það. Og svo talar hann ekki með hann ef hann fær vítin. En ég er alveg sammála, þú sagði þér í fantasy-þættinum í Dr. Fútból að þér þætti það líklegt að þið fengju víti Liverpool 2-0 yfir eitthvað slíkt, að þá láti þér Ísak taka til að koma honum í gang. Svo erum við fleiri með McAllister með fullt af öflugum vítaskeytum þarna. En ég myndi giska á Ísak að væri vítaskeita. En þú veist, Ísak er, Ísak fyrir örugglega snemma út af og meiðist mikið. Szoboszlai mun líka taka allt fyrir utan teig. Allt fyrir utan teig. Því að nú er náttúrulega Salah farinn og náttúrulega Trent fór í fyrra og hann er með allt. Og ekki gleyma því að þetta er eitt svo allra besti í nákvæmlega því, bara í boltanum í dag. Þannig að þetta er liðið hjá Ponsunni, við erum konum með það hérna fyrir framan okkur. Og svona lítur þetta út hvernig, en þú ert svo sem að benchbústa í fyrstu umferð, þú ert svo sem búin að greina frá því. Þannig að það skiptir ekki öllum máli hvernig þú ætlar að stilla þessu upp. Nei, en bara svona til að við sjáum þetta bara hérna. Þannig að líður betur með það? Þannig að líður betur með þetta, þá lítur benchbústið í raun og veru svona út. Kinski, O'Shea, Gómez. Þetta verða samt ekki, þetta verða 1 stig hérna, 1 stig, 3, 5, 12. Þetta eru svona, 6 stig. 6 stig. Sko, benchbúst er ofmetnasta chipið að þeim öllum. Þú ert einhvern veginn alltaf að pæli og svo er þetta bara, er þetta eitthvað stóra bylnu 7 til 12 stig eða 15 stig. Þú vilt ekkert einhvern veginn reyna að vonast eftir einhverju double game week eða eitthvað. Þú færð það ekkert fyrir áramót, hvort þið er. Nei, en maður veit aldrei í veðrið, veðurguðunir. Já, kannski Kalli Kongur, eitthvað. Nei, það bara gerist það. Þá verð ég bara að díla við það með minni fjölskyldu. Þetta er komið hjá okkur. Svona er liðið hjá þetta Ponsu. Það eru 48 klukkutímar í leik Arsenal og Coventry. Þetta er allt saman að byrja. Ég minni þetta á Epic-deildina, DocX Epic, þar sem eru glæsilegir vinningar. Hvað var þetta fyrir vinning? Það er eitthvað rosalegt. Var þetta ekki bara kasspúl upp á, hvað var þetta, 10 stefnur? Já, 10 stefnur. Það er svona seinliti vinningur. Já, það er pínu seinlitu vinningur. Takk hérlega fyrir að vera með okkur og munið að subscribe að Dr. Fútból hér á YouTube. Verið sæl.